komið í sæl og við höldum áfram að ræða eiginlega mál málanna sem eru auðvitað, það eru ýmis mál sem eru mál málanna en þetta er mál sem er nú svolítið mikilvægt á okkar tímum, það er gervigreindin í öllu sínu veldi. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn mjög góður gestur, það er Þórhallur Magnússon. Hann er rannsóknarprófessor við hugvísindasvið Háskóla Íslands og prófessor í tónlist í Sussex háskólanum í Brighton. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að Þú ert nú svona frekar örlátur á uppfræðsluna, ert svona búin að vera víða að taka þátt í samræðu og svona kynna og ræða gervigreindin eiginlega frá öllum hliðum og svona eiginlega stórkostlegt viðtal hérna í þessu tímariti með heimspeki sem heitir Hugur og ég var nú með ritstjóra þessi viðtali í gær og hérna þetta er svona óvenju þétt hefti af spennandi greinum og hérna er þetta viðtal við þig sem að ég get nú ekki annað en mælt með því það er svo margar áhugaverðar svona pælingar þarna og ekki bara eitthvað svona fræðilega áhugaverðar heldur einmitt bara mikilvægar á okkar tímum svona og kannski mikilvægt að við bara sem einstaklingar og almenningur séum dálítið meðvituð hvað er í gangi, er það ekki? Jú, og það er fjölmargt í gangi auðvitað, þannig að þegar maður talar gervigreind þá er mjög erfitt að alhæfa nokkuð skapaðan hlut vegna þess að hún er svo fjölbreytileg og hún er svo ólík tækni og við erum að sjá gervigreind notað á ýmsan hátt bara í læknavísindum og í alls konar málum þar sem þetta er alveg frábær tækni og hjálpar okkur mikið, getur bjargað mannslífum. En svo er það þessi nýja tækni sem kemur bara núna fyrir nokkrum árum síðan. Þessi gervitauganet og stóru mállíkönin sem bara hreinlega hafa breytt öllu, kollvarpað öllu í okkar samfélagi. Vegna þess að þetta snertir á hvernig við bara lifum, hvernig við kennum börnunum okkar, hvernig börn og ungt fólk skrifar og hugsar. Og jafnvel hvernig listafólk býr til og fólk í atvinnulífinu býr til efni sem síðan er sett fram og hér er mjög mikilvægt að vera mjög krítísk á þessa tækni vegna þess að við þurfum að skilja hana, við þurfum að vita hvernig hún virkar og í hvað má nota hana vel og hvar við þurfum að vara okkur og verkefnið okkar sem við erum með hérna við Háskóla Íslands er svona hálfgerð listræn rannsókn. Hún fjallar að nota gervigreind sem part af hljóðfærum. Þannig að við svona framlengjum okkar huga og líkama í gegnum gervigreind og það myndast svona nýtt og spennandi samtal við hljóðfærin af því að þau fá vissan atbeinað, þau fá agency, þau svona vinna með okkur eða móti okkur og eru svolítið svona meira lifandi heldur en þessi dauðu hljóðfæri sem eru bara úr við og strengjum eða tölvuhljóðfæri. Ég segi náttúrulega dauðu bara svona til samanburðar öll hljóðfæri eru yndisleg en þau eru óvirk þar til að þú virkjar þau eða þannig. Já og sko, þú nefnir að ég hef verið svona að í þessu samtali eða kynna verkefnið og tala og skrifa greinar í blöð eða komið fram, ég var í salnum í Kópavogi bara fyrir í vikunni og það er í raun og veru aðferðafræði í okkar verkefni sko, vegna þess að þetta er hugvísindaverkefni, heimspekilegt verkefni og við erum að reyna að greina orðræðina í gervigreind eða hvernig við skynjum gervigreind, hvernig okkur líður með hana, hvaða svona metafórur verða til, hvernig við hugsum gervigreind sem partur af okkur og okkar svona hugsun og þá í hljóðfærum. En verkefnið byrjaði 2021 og gervigreindin svona þessi stóru mállíkön svona og sú bylting, hún kom aðeins seinna sko. Þannig að allt í einu kom þetta inn í okkar verk þessi svakalega bylting
og fyrir okkur hefur það verið mjög skemmtilegt en á sama tíma frekar ógnvænlegt vegna þess að það eru ýmis öfl á bakvið þessa gervigreind og sterkasta við þetta náttúrulega bara hvernig svona viss kapitalistísk hugsun liggur á bakvið hvernig við notum þá jörðina, gröfum upp námur út allan heim og fólk nánast í þrælavinnu við að fá efni í alla þessar örgjörfa sem við erum að smíða til þess að þjálfa þessa gervigreind. Svo það hvernig við notum orku. Það bara á við alla orku Íslands bara við að þjálfa eitt svona tauganett og hvað þetta kostar mikið og svo ekki bara það heldur líka hugverk fólks að þessi mállíkun hafi verið þjálfuð á hugverkum okkar rithöfunda, ég bara horfa á þig náttúrulega sem rithöfund og vísindafólks og bloggara og nú á að fara að nota allt sem við höfum skrifað til dæmis á Facebook og Twitter og nota það efni til að þjálfa ný tauganett. Þannig að við erum, það verið að nota okkur og þetta svona eðli kapitalismans eins og Marx skrifar og það verið að nota okkur og við fáum ekki að taka þátt í því að ákveða hvernig það sem við látum, eða raunverulega tekið af okkur, látum inn í þessi heild kannski. Við fáum ekki einhver ráða kannski það hvernig það verður notað, hvort það verður notað til góðs eða ills, eða hvað. Já, það er ekki samningur sem við erum að skrifa undir. Nei, engin samningur, það náttúrulega bækurnar okkar hafa verið lesnar inn í þetta tauganett og þessi tauganett og við getum ekkert gert við því. Þegar gervigreinda rannsóknir voru innan háskólana þá var miklu léttara að hafa áhrif og vera í umræðu hvað að gerast, til dæmis siðferði. Ég bara í Sussex þegar ég byrjaði í kringum 2004 þá var þar siðfræðingur sem var að hugsa siðfræði róbota og hvað það þýðir og hvernig við umgöngumst róbota og hvað það gerir við okkur að vera í slíkum samskiptum. En þegar þetta allt orðið einkafyrirtæki, risastór einkafyrirtæki sem eru með einhverjar svona gervi siðfræði deildir þá voða lítið hægt að hafa áhrif. Þetta orðið miklu stærra og öflugra heldur en háskólarnir og því erfitt að hafa þessi áhrif sem þú ert að tala Þú talar ég myndi í greininu sem hljómar svolítið hlægilega bara kalifornískt siðferði og þá ertu að vísa í þetta það ekki svona þetta stórfyrirtæki siðferði eiginlega Jú, það náttúrulega þessi kaliforníska það þessi bjartsýni náttúrulega og Hollywood og svo hipparnir voru þarna í San Francisco og það svolítið athyglisverð saga hvernig hipparnir þegar þeir svona verða ráðsettari, hvernig þeir færast síðan inn í tæknigeirann. Mikið af þessu tækni, eldri kynslóðunum í tæknigeiranum í dag eru úr því umhverfi. En það eru auðvitað þessi hugmyndum nýsköpun og startup fyrirtæki og svoleiðis. En á sama tíma svona viss liberalismi. Þegar ég tala kaliforníska siðferði þar, þá það siðferði sem okkur líkar ekkert endilega illa við, það fjölbreytileiki, það hugmyndir að öll kyn eiga að fá að vera representeruð, kynþættir og svoleiðis og það svona vist, það margt jákvætt í því, en það siðferðið sem allt öðruvísi heldur en til dæmis siðferðið í Teheran, í Íran. Þess vegna hafa Íranir bannað þessi módel vegna þess að þetta hentar ekki þeirra siðferði. En þetta kaliforníska siðferði hefur á vissan hátt, ég veit ekki hvað þér finnst, en það búið að svæla út úr því allan rasisma að mestu leyti. Það mjög erfitt að fá gervigreindunum til þess að vera með rasisma til dæmis. Og
það er búið að svæla það út í gegnum gífurlega vinnu fólks og það var mörg þúsund manns í Kenya og öðrum löndum sem voru, þetta var svona outsourced þangað og þetta fólk þurfti að þjálfa tauganetin í því að kom ekki fram með hugmyndir sem tauganetið var auðvitað búið að lesa. Þannig til dæmis ef þú spyrð sko eitthvað í fyrstu gerðir þessara tauganeta, ef þú spurðir eitthvað lækni og hjúkrunarkonu, þá hefði tauganetið típist sagt að læknirinn væri karlkyns og hjúkrunarfræðing, að hjúkrunarfræðingurinn væri kona. En það ekki svo í dag, sko. Það búið að laga það. Já. En þannig að ég að segja, sko, þetta siðferði sem okkur líkar á vissan hátt ágætlega við. Þannig, þetta kaliforníska siðferði er ekki þetta stórfyrirtæki siðferði. Nei, ég eiginlega að tala svona vissan liberalisma og fjölbreytileika sem hefur verið að þróast á Vesturlöndum ofta á mjög jákvæðan hátt og nú svo komið að við sáum sko þessi stórfyrirtæki stilla sig upp fyrir aftan Donald Trump í hans innsetningu og Donald Trump núna búinn að hann að eyða til dæmis fjölbreytileika hugmyndum úr háskólum. Það heitir Equality, Diversity and Inclusion. Allt slíkt tekið úr námskrám, úr og verkefni, rannsóknarverkefni sem hafa eitthvað með þetta að gera eru lögðu niður. Meiri segja sko evrópsk rannsóknarverkefni sem í samstarfi við bandaríska háskóla í vandræðum út af þessu. Og ég þekki til rannsakanda sem að fá, eða voru að fá bókakafla útgefna hjá virtum amerískum háskólaforlögum þar sem þau þurftu hreinlega að taka út efni vegna þess að það passaði ekki við ritstýringu sem í gangi núna. Sem þetta svo kallað anti-woke, það ekki? Að sumuleyti, það kannski of erfitt. Já, ég nú engin maður til þess að fara að tala woke orðræðina, sko, en það bara þessi trumpismi, sko, sem authoritarianismi, sem svona verið að loka á einhverjar hugmyndir og já, í þessu þá erum við að sjá til dæmis að þetta kaliforníska að hann Elon Musk til dæmis færir alla sínar stofnanir bæði X og Tesla til Texas. Þannig að þar allt annað siðferði í gangi. Og þannig að það það sem ég að tala sem þetta kaliforníska siðferði, sko. Svoleiðis að þannig að einhvers staðar eins og þú lýsir, sko, líka þessi gervigreindin kannski gömlu hipparnir og bara fólk sem skapandi, svo þú kemur svona úr tónlist, ég man eftir úr tónlistarsenunni á Íslandi og svona kannski tilrauna tónlistarsenunni, ekki með þessari svona meginströms heldur, og svo ferð þú yfir í þessi fræði sem eru þá svona tilrauna fræði og ert að blanda saman þarna eins og nokkrum fræði með að ferð þvert á svið ýmissa fræðigreina sem þetta svona sem manni finnst vera jákvætt, sko, og alveg stórkostlegt raunverulega að gervigreind sé þá þróuð í svona kannski skapandi teymi og samræður, sko, mann finnst eins og það sé vera jákvætt, en svo kannski það starf sem hefur verið þróað á hættu að vera kannski það svoleiðis ég vel bara yfirtekið af þeim sem eru með ætla að nota þá kannski til þess að loka og ritstýra og hvað fleira slæmt. Já, ég held að mörgum tölvuvísinda fólki í dag því líður svolítið eins og eðlisfræðingum á 4. áratugnum, sko, að þegar þú ert búin að vera að vinna alls konar rannsóknir og síðan sérðu að tæknin bara tekin og breytt í eitthvað sem
þú sást aldrei fyrir eða var ekki takmark rannsóknarinnar sko. Og þannig sko gervigreindafræði hafa alltaf verið mjög spennandi og sérstaklega þegar þau tengjast hugarfræðum eða cognitive science vegna þess að þá erum við að nota gervigreindina til þess að spegla okkur. Við erum svona að skoða hvernig hugurinn virkar, vitund og í mínu tilfelli hef ég verið að rannsaka sköpun. Sköpun svona séð sem eitthvað svona mannlegt, eitthvað sem við menninni getum og dýrin ger ekki eða plöntur. Ég er ekkert viss að það sé rétt sko, en þetta er svona séð sem eitthvað svona mannlegt og við höfum þessa frumspeki í gegnum árþúsundir einhvers konar guðlega inspirasjón eða tengingu við frummyndir eða einhverja rómantík undirvitunduna og alls konar svona sem að sköpunin verður til úr svona á einhverjum dularfullum stað og óræð og við náum ekkert að skilja sköpunina og þess vegna gervigreindin skemmtilega upp á það að gera við fáum nýjar spurningar í því að skilja sköpun og hugan þá leið og við erum þá komin á stað núna þar sem við bara hreinlega getum séð ljóð eða smásögu eða tónlist eða myndir þar sem við vitum ekki hvort það sé gervigreind eða manneskja á bak við verkið. Að því að manneskjur ekkert alltaf snillingar sko. Þær gera oft lélega hluti, lélega tónlist, lélega ljóð og gervigreindi gerir það líka. Þannig að við erum komin á þennan stað þar sem svona, það er kallað Turing test að við getum ekki vita hvort eitthvað sé búið til að manneskju eða vél. Og það býr til svona viss vandamál í okkar samfélagi bara í menntun og við þurfum að koma okkur upp svona vissa þekkingafræði vafans eins og Ricoeur talar sko. Þurfum að vera mjög skeptískt á allt efni sem eru til og það er engu hægt að trúa lengur sko. Kannski varandi listaverk það jafnvel í besta falli saklaust sko, hvort eitthvað eftir einhvern snilling eða robot eða svoleiðis en náttúrulega þegar kemur að fréttum eða bara upplýsingum og svona það ekki, þá það náttúrulega eitthvað sem þekkingu, eitthvað sem við göngum að sem vísu og högum líf okkar og miðum siðferði okkar við, þá það náttúrulega svolítið slæmt og eins og þú segir ef að jafnvel hugmyndin hvað satt og ekki satt, sko skiptir ekki lengur máli en þú talar skilningin, að það sé þá eitthvað svona það er ekki bara sköpun, heldur líka skilningur að við þurfum einhvern veginn að efla með okkur skilning. Já, það þessi þekkingafræði aftur. Ég held að við þurfum bara að fara að kenna þekkingafræði bara hreinlega í skólum sko. Ekki bara heimspeki heldur hvernig metum við þá þekkingu sem við erum að sjá og hvað það sem við erum að lesa. Og skilningur kemur þar inn og ég held að það sé svo mikilvægt vegna þess að við erum núna komin í samfélag sem best lýst sem síðsannleika samfélag, skemmtilegt orð, post-truth society, að sannleikurinn, við erum komin, það bara ekki, hann ekki í hávegum hafður á sama hátt og var. Við sáum það bara 2016 þegar það ólíklega gerðist að Trump var kosinn. Maður sem bullaði út í eitt. Það virtist bara vera bandaríska þjóðin. Henni fannst það bara allt í lagi að hlusta á þetta bull. Það ekki hægt að treysta neinu sem hann segir. Og þannig að gervigreindin kemur núna bullandi sko, með texta og alls konar og við vitum ekkert hvað satt og rétt í því sem hún segir. Hún kemur í raun og veru á eftir, hún ekki orsök þessa, heldur hún svona einhvers konar symptom og við þurfum bara virkilega, sérstaklega svona heimspekingar og menntafólk og akademikarar að hugsa hvernig við nálgumst þetta efni
sem gervigreindin býr til. Já, þú varst með hvatningu áður en að Trump var kosinn núna aftur, þá man ég eftir að þú skrifaði grein í sko dagblað og samfélagsmiðla sem varst eiginlega með svona heróp eða hvatningu til hugvísindafólks. Af því að það kannski þú hefur upplifað það jafnvel í þínu þá á þínu ferli að það verður stundum svona klofningur, er það ekki á milli, það er tæknifólki eða þeir sem hafa áhuga á þróun og tækni og svoleiðis og svo er það hugvísindin einhvern veginn svolítið sér og oft hörðvísindi og svo hugvísindin og hugvísindin náttúrulega eigundur högg að sækja virðist vera líka í heiminum og á Íslandi þar sem er svona minni eða einhver áform allavega minni sko fjármögnun til hugvísinda. Þannig að þú varst að skrifa þetta áður en Trump tók við og hérna var þetta ekki þá svolítið sjokk bara að var þetta ekki ennþá bara sjokk sko að hérna þegar að Jú, það maður segja það og þú sér þess að tæknirissa þarna fyrir aftanan. Jú, það var hrikalegt að horfa upp á það. Þeir eru náttúrulega sko kannski engi Trumpistar en það er bara þannig að þú ert að reka einhverja gífuleg fyrirtæki sem eru á verðbréfamarkaði og eitthvað svoleiðis, þá bara meta þeir að það sé betra fyrir hvað heitir það, verðbréfin að standa þarna fyrir aftanan en margir kannski með óbræði munnunum, ég veit ekkert um það. En nóg sko kannski sem ég ætla að segja, er þá nóg að vísindafólkið eða hugvísindafólkið og listafólkið og mentafólkið eins og þú nefndir að það taki höndu saman og sé vakandi og verði og svoleiðis, þú veist, er þetta ekki eiginlega orðið, er við ekki eiginlega komin fram úr því, þú veist, verður ekki bara eitthvað að gera eitthvað pólitískt, þú veist, til þess að verja okkur eða? Já, það er spurningin, ég meina Evrópusambandið til dæmis er að setja lög og reglur á gervigreind og hvaða upplýsingar eru notaðar og stór fyrirtækin amerísku eru ekki sátt við það, þau eru mjög ósátt við þessi lög og ýmsir svona innan Evrópu líta á þetta sem svona einhverja hindrun að þetta sé ekki gott fyrir evrópsk fyrirtæki vegna þess að þetta svona heftir aðeins þeirra möguleika í samkeppni við kínversk og amerísk fyrirtæki en þá er bara spurning, eigum við að hugsa allt sem gróða, út frá gróða og hagkvæmni eða eigum við að hugsa okkur manneskjur sem hefur eitthvað virði og okkar sköpun og okkar tjáningu á til dæmis félagsmiðlum og svoleiðis. Þannig að það eru svona ólík gildismöt og það er eiginlega akkurat hér sem hugvísindin náttúrulega geta talað þetta. Það er engin sko tölvuvísindamaður að fara að hugsa þetta. Þeir eru ekki þjálfaðir í þessu orðfari og eru bara með aðra sérfræði þekkingu eða viðskiptafólk eða eitthvað svona. Það er ekki að hugsa þessa hluti og hugvísindin eru mjög mikilvæg En fyrst að þú varst nú að hvetja og með svona er hugvísindafólk nógu sko vakandi eða tilbúið til þess að fara inn í öðlast þennan skilning svona? Ég held það og ég held að þurfum mitt bara að styrkja hugvísindin. Ég held að það sé það mikilvægast sem við getum gert á þessum tímum er að styrkja hugvísindin. Og það er engin tilviljun til dæmis að í þessum einræðisríkjum eins og Ameríka er að verða núna, þá er náttúrulega farið fyrst í það að höggva á hugvísindin. Það gerist í Þýskalandi og við sjáum það bara hvernig allir flúðu helstu heimspekingar þar flúðu. Og flúðu nú margir til Ameríku og það var mjög svo eru margir náttúrulega margt hugvísindafólk er flúið fyrir nokkru síðan er það ekki svona frá Bandaríkjunum? Frá Bandaríkjunum, það eru mikið af kollegum sem hafa farið frá Bandaríkjunum núna og eru að koma til Bretlands, hellingur að fara upp til Kanada og evrópskir háskólar eru núna með alls konar tilboð til að fá þetta vísindafólk til sín og þau líta á þetta sem gott tækifæri en þetta er náttúrulega gífurlega dapurlegt fyrir Bandaríkin þannig að maður veit ekki hvað maður á að segja sko. Þetta er stórfurðuleg þróun alveg. En hvað er sko ef við tölum bara svona þú veist eignarhaldið og það sko ef að hugvísindafólk
keppist við að eiginlega halda sér vakandi fyrir því sem að gerast og svona, og líka bara halda áfram raunverulega stunda sín fræði. Ertu ekki að meina það líka bara að raunverulega hugsa á ólíkar máta og stunda gera tilraunir með hugsunin og skilningin og þannig efla læsi barna til dæmis lítur að vera og efla svona skilning og gagnrýna hugsun. En ef að það myndast algjört samt gap á milli þessara þekkingar sko, og þekkinga samfélags eða svoleiðis og svo valdsins eða semst auðvaldsins þar að segja sem á þessi fyrirtæki hvernig á eignast hlutdeild í því sko, eins og ég segi ef að enginn að spyrja hugvísindafólki hvað á það að gera? Já, sko ég held að ég hef mikla trú á hugvísindunum og möguleikunum en það þarf bara að varðveita þau og styrkja þau en líka listirnar sko mikið af því sem við erum að upplifa í dag í raun og veru ekkert nýtt fyrir listafólkið til dæmis rithöfundum í vísindaskáldsögum þeir eru búin að gera þessar tilraunir í sínum rannsóknarstofum sem eru bara skrifborðið þeirra heima hjá sér í að hugsa framtíðin og pröfa hugmyndir sem við erum núna að upplifa bara á okkar líkamum sko og þannig listafólk alltaf tilbúið að kíkja inn í framtíðin og skoða þessi mörk nútímans og þess sem að gerast. Það gerist alltaf í listum, tónlist alltaf á undan svona samtímanum og bókmenntir og þannig að ég held að sko bæði listir og hugvísindi eru með verkfærin til þess að tala hvert við stefnum og það eitthvað sem fyrirtækin tala til dæmis ekkert þau eru ekkert að með hugsjónir eða eru ekkert að spá í hvaða áhrif þetta hefur á fólk. Núna til dæmis óttast ég að þessi trumpismi að hann fari inn í mállíkönin þannig að sko bara til þess að klára þetta með kaliforníska siðferði sko að þetta sem ég var að tala með fjölbreytileikan í mállíkonunum að það verður bara tekið út að það verði ekkert equality, diversion EDI í þessum mállíkanum lengur og einhvers konar gamall gömul sko gamalt siðferði fer bara að koma inn í þessi mállíkön ég spái því að við verum að sjá það bara hreinlega og að mállíkönin fara að hegða sér öðruvísi á næstu árum út frá hugmyndafræðinni sem gildandi þarna. Þess vegna þetta svo hættulegt að þetta eru örfá stórfyrirtæki sem eru með þetta. En á móti kemur, það alltaf einhver von, það til dæmis DeepSeek gerði mállíkanið sitt open source, kóðin opinn og mállíkanið opið og þá möguleiki að gera hlutina öðruvísi, þannig að þetta ekki allt svart, sko, en við þurfum bara að vera á varðbergi og það sem ég finnst, sko, hug- og félagsvísindi hafa mikið hlutverk vegna þess að þetta að breyta öllu, þetta bara í menntavísindum og hvernig við skiljum höfundaverk, tungumál, menningu, það allt, það liggur allt undir einhvern veginn. En ert þú ekki, af því þú ert nú að vinna einmitt svona á jákvæðan hátt líka með, þú ert raunverulega að gera tilraunir með að tengja hugvísindi við þennan skapandi þátt sko og kannski leyfa fólki svona hverjum og einum kannski að kynnast gervigreindin í gegnum einhvers konar sköpunarferli. Ég man eftir svona að hafa verið að spila á basknenskar trommur sem voru gervigreindar sem þú bauðst upp á ströndum. Það var alveg ótrúlega merkilegt sko að þetta var eiginlega fyrstu kynni mín af gervigreindinni sko meðvituð kynni sem sagt að það var að spila á Salaparta. Já, það var og þá hugsaði maður það kannski þetta að
þegar þú segir hugvístin og menntakerfið þá hlýtur að vera kannski svolítið mikið í húfi að börn og já, fullorðnir sem sagt, eiginlega hafi einhver tengsl við þessa tækni, að hún sé ekki bara raun að komi utanfrá, skilji hvernig hún sem þetta hugsar eða ekki hugsar skilji vitið eða vitlausin í henni og er það ekki einhvern veginn, það svolítið þessi sem þá einhvers konar sem venjuleg hugvísindamaður getur kannski ekki hleypt manni eða gefið manni þetta tækifæri. Já, einmitt jú, það er náttúrulega hægt í samstarfsverkefnum og svoleiðis að til dæmis í Sussex þá eiginlega öll svona verkefni sem tölvuvísindaverkefni og gervigreindaverkefni sem við erum með þar, það er alltaf reynt að fá hugvísindafólk með og listafólk vegna þess að það er fjölbreytilegt sjónarhorn sem gefur besta skilningin. En er þetta ekki svona fremsti háskóli í heimi svona á þessu sviði? Nei, það eru fullt af háskólum sem eru að gera góða hluti í gervigreind. Sussex hefur verið kannski svona á sér svolítið svona nýs aðferðir og skilning á til dæmis líkamleika og það sem er kallað non-symbolic AI eða gervigreind sem er ekki táknræn og tauganet þá og líka áherslu á rannsóknir á sköpun. Það hefur verið margir sérfræðingar í gervigreind og sköpun í áratugi og einn fremsti svona heimspekingur í því heitir Maggie Bowden og hún skrifaði bók árið 96 minnir mig möguleikan á að tölvur sé að skapa og hvað það þýðir og býr til svona hugtakakerfi kringum það. En já, þú segir á jákvæðan hátt, auðvitað eins og ég sagði í byrjun, þá er gervigreind svo margt og þegar einhver er að horfa á röntgenmynd og til að finna krabbamein í lungum eða eitthvað og gervigreindin hjálpar, þá er það bara stórkostlegt og þegar einhver kíkir inn í ískáp og dettur ekkert í hug hvað hann á að elda og spyr gervigreindina hvað get ég búið til úr þessu það er ágætt, ég meina ekkert hættulegt og svo lengi sem hún setur ekki sápuefni út í réttinni eða eitthvað svoleiðis en þannig að fólk getur leikið sér að gervigreind á margan skemmtilegan hátt og það er ekkert allt, við erum ekki alltaf að tala pólitík eða vísindi eða fræði stundum er þetta bara gaman og ég held að það er í raun og veru gervigreind hefur verið mjög skemmtileg í listum til dæmis bara í tónlist og myndlist og ritlist en það er vandamálið þegar þetta fer að taka yfir þetta kapitalistíska kerfi þar sem þú veist ekki til dæmis hvort þú ert að hlusta á tónlist eftir manneskju eða gervigreind á Spotify og það er einhverjir playlistar og tónlistafólk fær ekkert borgað frá þessum fyrirtækjum Storytel er annað dæmi rithöfundar fá ekkert borgað úr þessu og það er alveg hryllingur hvernig komið fyrir og þetta er ekki gervigreindin að kenna þetta er kapitalismin sem liggur að baki og svo þegar fólk fyrir þá kannski að lesa eitthvað og svo á næsta lista hjá Storytel er eitthvað dót búið til að gervigreind og Storytel græðir allan peningin þarf ekki að borga höfundinu neitt þannig virkar þetta á Spotify nú þegar og Storytel líka ég þekki ekki, ég hlust ekki á hljóðbækur ég les bara en ég þekki ekki hvort að Nei, en svona í gagnrýni, þetta fer allavega inn í þessa átt eða þetta hefur verið gagnrýnt og líka þýðingar sem eru Já, það er þessi stóru fyrirtæki og hvernig allt er sogað upp inn í það sem er erfitt og ég hef verið svona pínu neikvæður að tala hættuna við þetta og hvernig við í hugvísindunum þurfum og félagsvísindum að hugsa þetta en á sama tíma er þetta náttúrulega gífurlegur möguleikar fyrir nám og tónlist og skapandi það er að gera svo margt skemmtilegt
og í okkar rannsóknarverkefni erum við náttúrulega bara að svona hugsa gervigreind sem framlengingu á okkar huga. Þetta verður persónulegt, þetta ekki byggt á stórum gagnasöfnum, heldur bara þínu eigin, og þá getur við verið svona að hugsa með gervigreindinni frekar en að hún sé að hugsa fyrir þig. Og það gífurlega skemmtilegt og svona, ég myndi segja sko að mannskepnan hefur alltaf verið tækni vera og frá því hún fann upp eldinn sko eða hníf og þetta tækni og við erum bara, það eðli okkar að vera tækni vera og að framlengja líkamann okkar með tækni. Nú erum við bara svona að framlengja hugan svolítið. Hugsa með, það fallið. Hugsa með tækninni. Hugsa saman, það bara... Já, og það þannig sem þetta hlýtur að verða sko í framtíðinni sko. Við nennum ekkert að lesa einhverja bók eftir gervigreind eða hlusta tónlist eftir gervigreind, en ég sannfærður það að fólk á eftir að nota hana í því að semja tónlist og að skrifa. Þetta svona, þú veist, þú bara eins og að spjalla við vininn á kaffihúsi en þá ertu bara að spjalla við einhverja gervigreind og þú færið einhverja hugmynd og ég held að fólki eftir að gera það og ég veit að það eru margir sem finnst þetta hryllingur en svona eðli mannskepnunar svolítið En þetta ekki svolítið þá svona eins og endurlausnar hugmyndun eða þú veist þessi hugmyndum eða upplýsingar hugmyndun, þú veist þessi svona bara að þú sért þarna víkkað og fáir þarna raunverulega alltaf tengingu við það sem áður hefur verið gert og þú veist nýsköpunin sé í svo miklum tengslum við raunverulega það sem að þú sért í samræðu einhvern veginn við það. Já. Þú veist að því litur getur það verið svo jákvætt og skapandi sko. Já. En svo kemur líka með þennan samt svona stjættavingil að þú veist hverjir mun hafa efni á græjunum til þess að vera í þessu samtali í þessu sköpunarferli og hvaða nemendur munu eiga þess kost og hverjir munu ekki eiga þess kost að það mun það kannski búa allir svolítið stórt bil. Já, þetta alltaf hættan við tækni og hverjir hafa aðgang að henni og það náttúrulega þannig núna að þú þarft að borga fyrir aðgangað bestu mállíkönunum sem þýðir að þeir efnaðri nemendur geta þá skrifað betri ritgerðir ef þeir nota gervigreindina heldur en þeir sem nota ókeypis útgáfuna og já, þetta getur bara orðið vandamál sko, Elon Musk náttúrulega með sitt Neuralink fyrirtæki þar sem eigum bara geta verið með einhvers konar heila chip í heilanum og getum geymt upplýsingar þar og aukið okkar heila virkni í gegnum svona örgjörfa og þetta ég hef nú ekki mikla trú á þessu en það lamaður maður farin að ganga út af þessu sko, hann með eitthvað í heilanum og en ímyndað þá sko dystopíuna sem við erum komin í að þeir sem hafa efni á að fá sér einhverja framlengingu á heilanum geti hugsað betur og gert allt betur en hinnir, spila betur tennis sko þetta er orðið eins og vísindaskaldskapur svolítið. Já. En líður þér stundu þannig þegar þú ert að stunda þína rannsóknir svona að gera tilraunir núna komast að einhverjum svona nýjum sannleika eða nýju skilningi svona þekkingu ertu þá eitthvað kannski hugsi yfir því hvort að þetta verið síðan bara hrifsað af ykkur og notað illa? Nei, mér finnst sko áherslan alltaf á einhvers konar sko meðalkurvu og það sem við erum að gera mjög experimental. Jú, það möguleiki náttúrulega alltaf að það verði notað á einhvern hátt en þannig nú bara með allar rannsóknir hvað sem það að maður veit aldrei hvað verður tekið upp af hverju sem hvaða fyrirtækjum eða hvaða sviði sem Nei, ég hugsa nú að kannski hef alltaf verið hjá fólki að allt orkar tvímælis og þú veist að það sem þú gerir eða segir getur verið tekið úr samhengi og notað gegn því sem þú ætlaðir og svona en kannski núna okkar tímum það svolítið svona óvenju bara mikil augljós hætta eða þannig. Það það, já.
Já. En auðvitað ekki ástæðu til þess að samt að hætta að vera skapandi og halda sér höndum af því að það geti hugsanlega verið notað gegn fólki. Já, sko, það náttúrulega, sko, hvar endar það þá? Rithöfundar þeir eru að skrifa nýjar hugmyndir, nýjar lausnir eða einhverjar athuganir, sko, bókmyndir eru náttúrulega rannsókn á samfélaginu á vissan hátt og það er eiginlega það sama með það, sko, að maður veit ekki hvar það endar þín áhrif, sko, sem leggur eitthvað fram og nú er auðvitað rithöfundar hafa lent í því að þeirra bækur eru teknar og eru partur af þessum málíkjunum. Já, ég tjekkaði einmitt, fann bók eftir mig þarna og já, hvað finnst þér um það? Já, ég bara einmitt hugsa þetta, sko, maður er verulega vill leggja sér það mörgum, það er bara líkur hlutur hans eðli, held ég, fyrir þá sem eru að gefa út eða fólk sem er að kenna eða koma fram á einhvern hátt, sko, vill leggja sér það mörgum til heildarinnar, sko, og miðla af sínum þá litla skilningi en það er, mann finnst að ansi svona, maður finnur strax fyrir ákveðnum svona virðingarleysi og vald, ég veit ekki, svona, maður finnur þetta aldrei fyrir valdunum þegar er ekki spurt um leyfi, þegar er ekki fengið leyfi, maður veit ekkert af því, veist, ég hef ekkert vitað af því nema bara einhver fór að tala um þetta og sko, já, þá náttúrulega hugsa maður um bara líka, veist, höfunda í svona, í alræðis ástandi, sko, pólitísku alræðis ástandi sem að byrja að skrifa til þess einhvern veginn að sleppa undan ritstýringu og kannski sleppa við að vera að skrifin séu notuð á einhvern fyrirsjáanlegan hátt, sko, þú veist. Þetta er kannski samþykja ritin séu notuð sem áróður fyrir ríkjandi valdfyrirkomulagi en ná að skrifa eitthvað undirlag sem er þá skilaboð sem eru þá í aðra átt, sko. Já, einmitt. En þetta er náttúrulega gífurlega flókið, sko, ég veit að skapandi fólk, það er svekkt yfir því að þeirra verk eru notið af einn stórfyrirtæki án leyfi, sko, og svo verður fyrirtækið svona gífurlega verðmætt og mikill gróði í gangi á verkum heildarinnar, sko, sem verða þessi málíkun, það er þeirra pródukt er, sko, vinna fólks. En, sko, þú hefur kannski ekki fengið meira en hvað, 3.000 kall, eða ég veit ekki hvað bókinin kostar, 7.000 kall fyrir ef fyrirtækið hefði keypt bókina og bókin þín er ekki, sko, orð fyrir orð í tauganetinu, þetta er ekki gagnabanki, þetta er líkindareikningur, þetta eru bara vektorar, stærðfræði vektorar í tauganeti, þannig að bókin þín liggur aldrei þar inni, hún var hins vegar lesin og þannig að, sko, þú tapaðir engum peninga á þessu en það að fyrirtækið tók, eða þú tapaðir, sko, útgefandinn eitthvað, en það að fyrirtækið tók þitt verk hefur styrt, sko, vöruna sem fyrirtækið er að selja, það er betri vara af því að hún las þig eða þitt verk og höfundaverk, þúsundra 100.000 rithöfunda og þetta er svona, þetta er á mjög gráu svæði og maður getur séð margt gott og slæmt við þetta. Er ekki margir sem hafa allir unnið hjá fyrirtækjum sem þeir eru ekkert mjög sáttur við samt hugsa með sér að það sé betra að vinna sem sagt að reyna að gera vel og koma vel fram við fólk eitthvað svoleiðis heldur en að fara og kannski margir sem að hugsa með sér að það er bara betra að séu það fjölbreyttari hugmyndir inn í svona einhverjum gagnagrunni, þú veist, og þessi trú, ég held að margir trúi satt á að þetta sé einhvern veginn í grunninn svona jákvætt, sko. Fyrst að verið að teygja sig eftir svona mikið af einhverjum verkum sem að kannski enginn hafði svo mikið áhuga á og gervigreindin hefur áhuga á því að þú veist, búa til einhvern gagnagrunn, mann finnst það bara einhvern veginn vera svo jákvætt, sko. Já, það er náttúrulega frábær tækni ef vel fer að geta þá haft fjölbreyttan flóru af skoðunum og
slíku en hættan síðan einhvers konar miðjun á þekkingu sko, að gervigreindin les bara það sem svona algengustu skoðanir hvers tíma og það verður erfiðara að finna sko, skoðanir þeirra sem eru aðeins utan við miðjuna og þá fyrir þekking okkar og sérstaklega ef gervigreindin fyrir að skrifa meira og setja meira efni út á netið þá fyrir þetta að vera svona mjörra svið sem þekking okkar mannkyns þannig að það svona vissar hættur þar en það svo margt spennandi líka við þetta sko, eins og bara í íslenskum málíkunum íslenski rithöfundar voru spurðir skilst mér fyrir einhverjum árum hvort að þeirra bækur mættu vera partur af málíkani og nú renna upp svona grímur á fólk hérna hvort að það hafi verið góð ákvörðun en það var kallað held í risamálheild, var ekki? Já, það getur verið á þeim tíma. Eða eitt af þeim allavega. Já, og ég vissum að þessi bara göfugar hugmyndir sem liggja að baki til dæmis að vernda íslenskuna og að búa til gott íslenskt málíkan og við þurfum bara mikið gagnamagn til þess að búa það til og þá það bara bækur en sko og þá getum við hugsað þegar komið einhver svona þjónusta þar sem sko gervigreindin les fyrir þig bók og þú getur ákveðið og þetta kannski bók sem kom út í Englandi eða Fraklandi og þið langar að hlusta á hana eða lesa hana að þú bara hreinlega velur tungumálið þá getur hlustað á hana á íslensku þá erum við náttúrulega að styrkja íslenskuna að fólk að hlusta og lesa bækur á íslensku en ekki fara út í enskuna til dæmis sem nú kannski að fara að taka yfir ansi fljótt þannig að þessi málíkun mann finnst þess að það hljóta vera jákvætt sko já, ég held það og einmitt og eins og segir ef að stór hluti kannski af gervigreind í bara eðli sínu jákvæð tækni framþróun ég veit ekki hvort eðli sínu allavega sko notuð svona á jákvæðan hátt hingað til eða hvað, hún hefur ekki verið svona mikið notuð eitthvað til íls nema jú auðvitað hernaði hún hlýtur að vera notuð mikið í hernaði ekki eða? Jú, það auðvitað og ég veit ekki hvað gott og illt, ég meina það viðskiptalífið, hún notuð allstaðar og ég held hún ekkert sko, það ekkert slæmt við henni sjálfu sér það bara hvernig kerfið okkar og reglukerfið, lagakerfið of seint og það eru nokkur stórfyrirtæki, það vandamálið sko, sem eru núna að stjórna hvernig við munum hugsa í framtíðinni það vandamálið, ekki að tæknin sem slík sé til Þannig að við erum raunverulega eftir tæknin þróunin hefur orðið hraðari og það settir alveg óbærslega miklu peningar í þetta og það ekki svona takmörk, það ekki sagt bara nú nóg komið, við erum búin að þróa nóg þá að nota þetta eða svona sitja þróana enn meira Já, það var náttúrulega reyndast svona margir af þessum tölvuvísinda gervigreinda sérfræðingum skrifuðu grein fyrir nokkrum mánuðum að það ætti að stoppa þróun vegna þess að við erum ekki tilbúin í þetta það vantar lagakerfið og annað og auðvitað það ekki hægt ég meina þá bara gerist eitthvað í Kína eða eitthvað þau fara bara fram úr og þannig að sko það þróunin sem svo gífurlega hröð í tölvuvísindunum en sko lögfræðin og siðfræðin og svona okkar skilningur á þessari tækni hún á eftir og eðlilega sko, það hefði engir lögfræðingar og siðfræðingar geta sest niður fyrir 10 árum síðan og komið upp með þetta scenario sem við erum með í dag sko, til þess að varna þeir sko, lögfræðin og siðfræðin ofta á eftir þannig að og hefur núna verk að vinna sko. En þú sagðir að listir væri ofta undan Já En hvernig getur þá listir einhvern veginn hjálpa lögfræðinni? Það eitthvað? Já, lögfræðingar þurfa bara að fara að lesa vísindaskáldsögur Já, svoleiðis, já.
og pólitíkusar náttúrulega, stjórnmálafólk sjá hvað að gerast og já. Og vísinda kvikmyndir já, ein leið og ekki endilega bara vísinda heldur bara skynjun fólks á heiminum sko almennt, það getur bara verið einhver. Þannig að það þitt svolítið lífs svona, þú trúir á svolítið þetta að þú ert með þetta inn í háskólanum og ert með svona þú veist þessa þetta tilraunaverkefni, það ekki bara svona listrænt eða þú trúir auðvitað á þetta listræna frelsi og tilrauna eðli bara, það ekki? Jú. Já, sko, tónlist einhvern veginn finnst mér vera bara hagnýtt heimspeki, að við erum að rannsaka hugmyndir samfélag, samband manneski og tækni sem hljóðfærið og viðskiptamódel, listir, hvernig við presenterum hluti. Við erum að pröfa hluti, þetta svo sko, tilraunastofa í heimspeki tónlist, að mínu mati. En mætti þetta ekki koma í barnaskólana þá? Svona, ef þú veist, ef nú ég tala við eins og þú sért sko menntamálaráðherra, myndur þú þá smetla þessu tilraunastofum inn í menntakerfi fyrir sko? Já, en sko nú þegar eru börn að nota gervigreind á hverjum einasta degi, bæði í skóla og heima hjá sér sko. Þannig að ég gerir ráð fyrir að menntakerfið að bregðast við því nú þegar sko. En ég vissum að tónlistakennarar og aðrir hefðu gaman að því að leika með hljóðfæri með gervigreind og það býður upp á ýmsa möguleika fyrir börn og fyrir þá sem hafa ekki haft þau forréttindi að læra á hljóðfæri til dæmis eða fólk sem ekki með eins líkama, ekki með 10 putta eða eitthvað, þá getur gervigreindin hjálpað og gert hluti sem eru svona framlenging. Þannig að það margt skemmtilegt þar hægt að gera. Já, þú bara allar halda áfram að vinna og trúa því að það sé til að svona jafna möguleikana og opna fyrir fleiri leiðir og meiri fjölbreytileika. Já, ég bjartsýnn á, mér finnst margt spennandi framundan og það sem við erum að gera er mjög skemmtilegt og við erum svona að hugsa draugana sem í þessum hljóðfærum hvernig við hugsum það og hvaða áhrif það hefa og hvernig við hugsum og þessi breyting að vinna með tækni á svona náinn hátt er spennandi og við erum að upplifa hluti þá sem við erum að koma í orð svo þessi tengsl manneski við gervigreind sem mun síðan koma seinna í bara þegar fólk farið að tala við gervigreinda lækna eða gervigreinda sálfræðinga eða eignast gervigreindar kærasta og svoleiðis sko. Og það í gangi líka. En hvernig getum við eitthvað kynnstuna því sem þið eruð að þróa og gera tilraunir með, þurfum við bara að bíða eftir að sem sagt, þið gefið á eitthvað nátt út svona niðurstöður eða getur maður fengið að svona forvitnast eitthvað? Já, við erum mikið að spjalla við fólk og við trúum því að svona, við getum ekki gert þessar rannsóknir í einhvers konar fílabeinsturni. Þannig að við erum mikið að þróa hljóðfæri með fólki og við höldum vinnustofur í hljóðfærasmíði og slíkt. Við erum alltaf með opnar vinnustofur, open lab á föstudögum þar sem við fáum alls konar fólk til að koma og spjalla. Á Íslandi? Já, allir velkomnir. Þetta bara í Veröld, húsi Vigdísar á föstudögum 3:00. En það best að kíkja bara á heimasíðun okkar sem heitir eel.is, það Intelligent Instruments Lab og þá eru svona fréttir það hvað í gangi og slíkt. Til dæmis núna á laugardaginn þá erum við með tónleika í Fríkirkjunni þar sem við erum að gera tilraunir með grískum rannsakanda og Áki Ásgeirsson tónskáld er að stjórna þar vinnustofu og hugmyndin og það sem í gangi núna þessa vikuna að fólk að vinna að verkum fyrir orgelið
í fríkirkjunni sem sko MIDI stýrt. MIDI svona protokoll fyrir tölvu synthesizera og svoleiðis. En þá getur sko tölvan spilað á orgelið bara með því að senda skilaboð og við erum að rannsaka hvernig við getum fengið fólk til að spila þetta orgel í gegnum gervigreind og gervigreindin spila með, spilar á móti og þú svona orgelið verður hálf snjallt, þetta verður svona snjall hljóðfæri. Og það verða tónleikar á laugardaginn til dæmis. Og svo, þetta svona partur af aðferðafræðin okkar að vinna í þessum rannsóknum með fólki til þess að heyra hvað því finnst, til þess að þróa þetta tungumál, þessa orðræðu í kringum skapandi gervigreind, þróa hana saman, orðræðina. Við getum ekki sest niður og búið til einhverju lista af orðum sem á svo að nota, heldur verður þetta til í gegnum samtal og uppgötvanir. Ótrúlega spennandi. En sko þá ertu líka með, þá er þið með þessa hugmynd svona þekkingu eða skilning eða upplifun eða hvað sem verður til svona hvað það svona þegar hugur og hönd einhvern veginn vinna saman sem nú í svona sumum svo Rudolf Steiner og fleiri ekki sem að svona unnu með þessi töldu mikilvægt að menntun færi fram í gegnum einhvers konar líkamlega handverk og líka hreyfing og dans og svona. Ég held með þetta að skilningur sko líkamnaður skilningur, embodied knowledge, að skilja eitthvað með því að reyna það á eigin líkama það hefur gífurlega mikla þýðingu og til dæmis bara ef þú ert arkitekt og lest eitthvað torfbæi það alveg athyglisvert að lesa kafla torfbæi en skilningurinn verður ekki almennlegur nema þú farir og skoðar torfbæi og jafnvel reynir að smíða torfbæi þá loksins kemur einhver skilningur þannig að það þessi líkamnaði skilningur svona snerting við skilningur og í snertingunni einhvern veginn við það sem þú ert að skilja og fara á staðinn sko, rannsakendur, rithöfundar aðrir, þú veist, fara á staðinn skynja umhverfið þetta svo mikilvægt og þess vegna held ég að það sé mjög gagnlegt að skilja gervigreind í gegnum bein samskipti við hana og þróa tæknina og vinna með henni og reyna að skilja þannig frekar en svona út frá einhverju fjarlægð það kannski bara einmitt ef maður pælir í maður sjá ekki alveg kannski rökin en þú veist kannski mikilvægt að vera í hafa þess háttarskilning líka vegna þess að það verður kannski svolítið mikil áhersla lögð á fjarlægðina þar að segja ef við segjum að svona einhverju taka þessa þekkingu eða þessa tækni yfir að þá erum við bara alltaf einhvern veginn svona neytendur, óvirkir neytendur og ekki kannski svona og í svona fyrirsjáanlegri snertingu við það eða þannig. Já, akkurat. Sko við verðum að taka þessa tækni í okkar hendur og búa til okkar eigin tækni út úr þessu. Vandamálið við stóru líkunin að það kostar bara $450 milljónir að þjálfa eitt svona tauganett þannig að við getum ekkert gert slíkt sko. Og þetta svo nýtt sko. Þetta svo furðulegt hvernig þessi nýja tækni Bretar meiri segja ætluðu að búa til BritGPT en þeir hættu við það því að það kostaði svo mikið sko. og og eins og þú segir ef það eru auðlindir og þarf að grafa upp og kostar þrælahald þess vegna eða þá kannski vill fólk ekki taka þátt í því heldur þannig að sko fórnarkostnaður mikill þessi nýju tauganet þetta svona að vissu leyti alveg stórkostlegt sko, þannig alveg magnað að spyrja bara ChatGPT hvort að þau geti talað á 10. aldar ensku og svo kemur eitthvað svona út sem 10. aldar enska sem bara ansi samferðandi ég reyndar ekki sérfræðingur í 10. aldar ensku en sko þetta ótrúleg tækni á vissan hátt en einmitt vandamálið sko
það að við getum ekki treyst henni, það nú eitt svona, og þar koma hugvísindin inn, sko, að við þurfum virkilega að vera skeptísk og reyna að hugsa og í raun og veru svolítið sérstakt, sko, að yfirleitt það einhver stórkostleg tækni kemur fram eins og flugvélin eða eitthvað svoleiðis, þá finnst okkur það frábær tækni vegna þess að hún svo virkar svo vel virka vel að fara svona með flugvél til útlanda en við værum ekkert svo hrifin ef flugvélarnar væri alltaf að hrapa það væri ekkert svo æðisleg tækni þá en við erum núna með gervigreind, sko, sem eiginlega eins og flugvéla sem alltaf að hrapa það er ekki treystandi á þetta og það er alveg vitað þetta vandamál, sko, þetta ekkert sem ég bara að segja, mér sé sérfræðingarnir í þessu eru vitað, þau tala hallucinations eða ofskynjanir netsins og svoleiðis, en hún ekki með röglega hugsun, gervigreindin, en það verið að vinna í því, að fá röglega hugsun inn, hvernig það hægt að búa til þá afleiður og svoleiðis, sko, eins og frægt dæmið, það var spurt það var sagt móðir Einsteins hét þetta og gervigreindin gat svarað en svo ef þú snýrði við þá vissi hún ekki hver var sonur þessara konu, sko. Og þetta geti hvaða barn sem sko, hugsað af því að við notum röglega hugsun en þessi gervigreind ekki með svona hugsun en það verið að laga það og það verið að vinna í því og svo þetta verið að vinna í því að búa til gervigreind með líkama sem getur þá fundið til séð og hlustað og fundið bragð og sársauka kannski Wittgenstein, já, þá en sko sársaukin þá kemur líka inn sko vitundin og það líka verið að spá í því sko, búa til gervi vitund en þar eru skiptar skoðanir á því hvort að bæði hversu siðferðilegt það og hvað það gerir við mannkynið og einn kollegi minn í Sussex, Anil Seth, hann svona einn helsti vitundar sérfræðingur í heimi en hann hefur skrifað mikið það að vara við því að reyna hreinlega bara að búa til vitund í vélum Svo náttúrulega vitum við heldur ekki ef vélin segir ég með vitund já, hvernig vitum við hvort hún sé með gervivitund eða alvöru vitund sko? Þetta gífurlega flókið en skemmtilegt sko. Við erum eiginlega einhvern veginn komin inn í vísindaskáldsöguna sem við lásum fyrir 20 árum síðan. Og alla miðalda guðfræðina líka og einhvern eða svona margar gamlar svona ráðgátur sem að komu upp, skjótu upp kolli. Já, heldur betur. Spurningar um fyllt manninu náttúrulega. En þegar það eru sérfræðingar sem að passa upp á að gervigreindin sé áræðanlegri og geti flogið eins og flugvél eða þannig, líkingamáli en svo eins og þú segir líka þarna, við þurfum að vera með sérfræðinga og öll helst sko, þegar hún orðin mjög klár eða mjög svona þá þurfum við náttúrulega að vera kannski ennþá meira á verði væntanlega, Já, hvernig við notum þetta sko, hverju treystu við hvaða hugmyndir læðast inn við ætlum að skrifa einhverja skýrslu fyrir ráðuneytið eitthvað og við látum gervigreindina gera það hvaða hugmyndir læddust þannig inn í textan á þess að við tókum eftir því fólk eitthvað að rýna nálægt í hlutina í þessu sannleika samfélagi þetta ekki bara ágætt og svo fyrir svona alls konar hugmyndafræði að koma fram í textum og breyti náttúrulega samskiptum fólks líka ímyndað núna Tinder með gervigreindar butler eða eitthvað svoleiðis og allir fara að stunda samskipti í gegnum stefnumótaforrit þar sem gervigreind skrifar skilaboðin þá náttúrulega verið að breyta fólki og breyta okkar menningu og á vissan hátt og Facebook gerði þetta náttúrulega, við sjáum það bara breytti því hvernig við högum okkur hvernig við erum hvernig orðræði á sér stað sko félagsmiðlarnir og
það bara gott dæmi lélegt tækni sem illa hönnuð í raun og veru vegna þess að þetta hefur ekki orðið til góðs. Við sjáum þessa gífurlegu polariseringu og mér fannst þú heldur þarna á hug eða ert með það fyrir fram að þig og þar Vilhjálmur Árnason með ansi góða grein samræðuna og ég held að það sé akkurat það gott dæmi þó að Vilhjálmur sé ekki að tala gervigreind eða félagsmiðla en það gott dæmi hversu ótrúlega mikilvægt hugvísindin eru á okkar tímum þar sem tæknin að verða svona áhrifamikil og stýra hugsunum og stýra hvernig við tölum, samskiptaformi og svoleiðis. Þannig við þurfum að halda áfram að ræða saman og hittast og Já, og skrifa saman, dansa saman, gera tónlist saman og tala saman og þá svo mikilvægt eins og Vilhjálmur segir í þessari grein að við hlustum og virðum skoðanir hvers annars og reynum að skilja þann bakgrunn sem að baki og það þarf ekki alltaf að fara beint í mannin og skjóta einhvern fyrir að vera á annarri skoðun. Það meira spennandi að skilja bakgrunn þeirra skoðunar og helst bara að vera sáttu við það að aðrir geta verið á aðri skoðun en þú. Það þannig sem skemmtilegt samfélagi það fjölbreytileiki en svo sjáum við hvernig þessi miðlar bara fólk notar það og orðræðan verður svo grimm og fólk segir hluti sem það myndi ekki segja beint ef einhver sæti hér fólk kurteisara í saman við borð og ég held einmitt að það sem að gerast til dæmis í tónlist og bara almennt í menningu þessi sjálf automatisering á tónlist og bókmenntum og annað fyrir að vera mikil þá það í raun og veru þá nennir fólk ekki að hlusta á svona tónlist en vill fara á tónleika það vill fara að dansa, það vill fara á ljóðaupplæstur kannski eða í leikhús eða á fundi að tala saman vegna þess að í þessu post-truth samfélagið þá þetta bara orðið drasl, þetta orðið ómerkilegt og það meira spennandi að vera í núvitund á tónleikum að hlusta og vera í þessum samskiptum við tónlistarfólki sem að spila eða þú ert að spila með einhverjum öðrum jafnvel. Það eru samskipti og í þeim eru náttúrulega fólkin þessi gæði og hamingja það náttúrulega bara þarf ekki að lesa marga vísindagreinar það að fólk sem í tengslanetti því líður betur heldur þeim sem situr bara einn og kannski bara að skrolla á einhverju tímalínu Það var bara vonandi að verða ekki bannað að dansa það hefur nú gerst nefnilega oft í svona í einræðisríkjum já, bannað að koma saman að dansa það verður athyglisvert að sjá á næstu árum hvað fer að vera bannað í Bandaríkjunum það náttúrulega mótmælið að verða bannað þau og já, það verður gaman að sjá ég meina við erum að horfa á Margaret Atwood í raun tíma, eða ekki? Jú Handmaid's Tale Já En við erum líka að horfa ýmislegt annað. Það eru ýmsar aðra bækur líka sem betur fyrr. Já. En það hræðilegu eru sannarlega En það að svona einhvern veginn að vera í þessu mannlega að nota tækni, tækni mannleg. Þessi gervigreind náttúrulega bara mannleg. Við byggum þetta til. Þetta eitt af okkar svona stærstu sigurverkum, kannski. Nefnum bara komin lélega eins og en þetta mannlegt og manneskjan að breyta við breytumst við uppfinningu skriftarinnar Sókrates var með miklar áhyggjur af þessu að við myndum tapa minninu við skriftina við breytumst við prentvélina og ljósvakamiðlana
Þannig að við erum alltaf að breytast sem tegund og hvernig við hugsum. Við hættum að muna hluti. Og svo þegar náttúrulega með símanum, við bara á okkar líftíma, þá munum við hvernig við erum hætt að muna hitt og þetta, bara símanúmer og annað. Jafnvel staðreindir, af því að við munum bara hvernig við fundum staðreindina með einhverju leit á leitarvél. En við þurfum ekki endilega að muna það sem það var. Við vitum bara að við finnum það næstu við þurfum á því að halda. Þannig að sko, hugurinn okkar að breytast og hvernig tæknin með okkur. Og það það sem að gerast núna á mjög drastískan hátt. Þetta þessi gervigreind, þessi mállíkun á uppfinning á við skriftina og prentvélina eða ljósvakamiðlana. Þetta bylting sem á eftir að hafa gífurleg áhrif á hvernig mannskepnan í framtíðinni. En hún getur líka verið að hjálpa okkur í vísindum. Hún getur hjálpað okkur til dæmis með loftslagsmálin og það nú þegar fólk að nota þessa tækni í vísindum. En þetta verður svona einhvers konar, kannski ekki stríð með stríðstólum, en það má tala einhvers konar svona átök eða stríð jafnvel þessa tækni, hvernig hún verður notuð? Já, sko, það ómögulegt að segja. Skapandi og skapandi þátturinn og mannúðar þátturinn kannski og svo svona... Það athyglisvert að sjá til dæmis hvernig gervigreindin, þessi tauganet tekin upp í ólíkum löndum, bannað í Íran, svona heft á öðrum stöðum. Kínverjar komu með sitt eigið módel sem sko eiginlega þjálfað á, held ég, GPT, en síðan ritstýrt, sko. Þannig að hún veit ekkert það sem gerðist í Tiananmen Square, til dæmis. Torgin himneska friðar. Og þannig að það búið að ritstýrinni. Þarna liggja þessar hættur. Þarna þurfum við að vera vakandi. En við þurfum að muna saman líka. Já, við þurfum að muna saman. Eitthvað, og vita líka, sko, hættan líka að það svona viss, sko, við erum ekki að vísa í upprunaleg gögn. Sko, þegar til dæmis rappararnir fóru að sampla tónlist, þá voru þeir að taka trommutakt úr einhverju jazzlagi og notuðu það sem grunn. Það var bara taktur. Eða í bókmenntum eða vísindagreinum, þá getur þú tekið kvót og tilvitnun og setta í þitt verk. Og þá ertu að taka síni eða en með þessa spunagreind, eins og hún kölluð, generative AI, þá ertu ekki að sampla neitt. Heldur þetta synthesis, þetta samþættun og við erum þá að tala synthetic media og þannig að það engin Odni þarna enga gæsalappir. Ég hef pröfað það sjálfur, ég veit að hún hefur lesið bókina mína Sonic Writing til dæmis og hún kom með einhverja tilvitnun úr þeirri bók sem var ansi bara líkleg og hljómaði bara ágætlega, en svo fór ég að rýna aðeins betur í þetta og þá sá ég að þetta var ekki það sem ég hafði skrifað og svo var hún meira sem með blaðsíðunúmer og ég fór á þessa blaðsíðu og það var ekkert þessu líkt á þeirri blaðsíðu. Þannig að hún bara býr þetta til úr einhverju statistík sem í tauganettinu, mállíkaninu. Og við erum þá komin með synthetic media, við erum komin með gerviefni. Þannig að þetta gervitexti, gerviefni, gervitónlist, gervimyndir. Það eru komna myndir núna á Reykjavík út allt net þar sem eru sko, búnar til úr myndum frá Reykjavík en eru ekki af Reykjavík. Þannig að ég gerði smá rannsókn á þessu og bráðum verður svo að við vitum ekki hvað alvöru mynd af borginni og hvað sko einhvers konar gervimynd gerviefni, synthetic og þetta svona það sem við erum
að reyna að bregðast við núna og reyna að skoða og náttúrulega lögfræðin og siðfræðin Já, það kannski skiptir máli við bara munum að spyrja hvaðan kemur þessi mynd, þetta gerfimyndið, þetta alveg eitthvað svo, það ekki, við verðum að bara muna eftir að spyrja spurninga eða því það engin svona líklega smáleitur sem segir okkur sko. Nei, það er svona eitthvað verið að tala að vera með vassmerki, watermarking, að það sé eitthvað í myndinu þannig að það er hægt að sjá hvort það sé gervigreind eða ekki, en vandamálið er síðan að þetta, sko, mörkin fara að mást út við förum að nota þetta í auknum mæli kannski ljóðskáld sem vantar samheiti yfir eitthvað orð, tvítekning á einhverju orði, heyrðu ég spyr gervigreindina, svo kemur hún bara með einhverja betri hugmynd jafnvel og ljóðskáldið skellir því inn í ljóðið og hvar eru mörkin þá var það vélinn sem sko þannig á ljóðskáldið að segja já það var svona 5% gervigreind í þessu ljóði hérna sem ég skrifaði eða tónlistarmaður sem notar alls konar tækni til að vinna í tónlist, það getur verið trommutaktur eða bassalína eða eitthvað svoleiðis á þá þessi tónlistarmaður að segja já ég notaði gervigreind við þessa bassalínu ég held að þetta fari ekki þangað sko. Ég held að við förum bara að nota gervigreind á mjög, þetta fyrir að vera eðlilegt fyrir okkur ég held að við vona allavega að eftir 10-15 ár þá hættum við að tala svona mikið þetta að þetta verður bara orðið partur af samfélaginu Alltaf ef þetta eins og vísar í þetta Kaliforníu siðferði og svona þessi hippa menningu og þessi hugmyndum eignar, kannski afnám eignarhalds og hugmyndaflæði og hugmyndir poppa upp víða heim þú veist að það er ekki mystik til bara þannig það einhvern veginn og ef við kannski bara ef að gervigreindin hjálpar okkur bara að lifa þann veruleika þá sér maður það náttúrulega bara mjög jákvætt en svo sem maður sko flugufótinn í kjaftasögum þegar þú trúir öfurlega einhverjum ósannindum að því að það er flugufótur fyrir því þú veist þannig að þar bara þurfum við einhvern veginn við þurfum að passa það bara Já, við þurfum að, eins og þú segir sko, það er náttúrulega hipparnir, open source kemur náttúrulega hugmyndin það open code, vinna saman og ekki vera fá patent eða loka kóðanum. Carl Gustav Jung, sálfræðingur og fleiri á sínum tíma í töluðum, þú veist, hugmynda dulvitundin raunverulega bara sameiginleg öllum mannkyninu, bara eins og hafið liggur á milli. Já, það væri gaman að sjá hvað Jung myndi segja þessi málíkön sko, og hvaða sko, dulvitund er í þeim sko, hvaða arketýpur og annað sko. Spennandi. Ég var að segja þetta gott í Þetta er bara að vera mjög skemmtilegt spjall. Það er alveg, já, þakka þér fyrir en það er sko svo margar rosalega stórar spurningar bara í þessu spjalli og líka í okkar spjalli og þú ert bara örugglega ekki hættur að spjalla, heyri ég. Nei, það er svo gaman sko einmitt að hugsa saman og vera í samræðum við fólk og þannig þróast orðræðan og þannig þróast maður segja eigin hugmyndir en líka maður svona miðlar og fær einhvers konar feedback og svoleiðis. Takk fyrir að koma að Rauða borðinu til okkar hlustendur og áhorfendur eru með okkur í gegnum tæknina og í andanum líka. Maður finnur alveg fyrir svona hlustendum og áhorfendum finnst mér í gegnum tæknina og Pétur Fjellstedt tæknumæður er líka með okkur til þess að svona auðvelda það yfirvarp. Ég þakka þér Þórhallur Magnússon, rannsóknarprófessor við Hugvísindasvið Háskóla Íslands og prófessor í tónlist í Sussex Háskólanum í Brighton. Takk fyrir. Gervigreindar sérfræðingur eiginlega. Kæra þakki fyrir spjallið. Takk fyrir spjallið. Og við höldum áfram við Rauða borð eftir smástund förum í frímínútur. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings.